Þá erum við mættir hérna fyrir utan verslun Líflands í Lynghálsi. Hér verður allt vaðandi í tilboðum hérna yfir jólin og fram að jólum. Við ætlum að kíkja aðeins á hann á Sjöfn og vita meira hvað er í gangi. Aðfangadagur, ég bíð eftir jólunum spenntur. Mamma segir að jólasveinninn sé lentur og hann kemur. Sæl og blessu Sjöfn. Kári mín, kannski þessu. Hvað er í gangi hérna hjá okkur yfir jólin? Heyrðu, það er bara nóg að gera. Við erum með fullt af flottum gjöfum fyrir hann og hana og hestana, hundana, kettina og öll bestu vinn okkar hérna. Á bara allir jólagjöf? Allir jólagjöf. Það er engi skil út undan? Það er engi skil út undan. Bara hvert viltum eins og smáfuglarnir fá sinn jólamat. Eigum að byrja því að kíkja eins á jólagjöfuna fyrir hana, er það ekki alltaf oft erfiðara? Ég segir það ekki, úrvalinu þvílíkt gott hjá okkur, þannig að það sé frekar lúsusvandamál, hvað eigum við að kaupa? Hérna er búin að kynna smá tilbúðasýningur, það eru flottar úlpur fyrir veturinn, bæði síðar og styttri í hestana, í útivistina, ekki bara skilur í hestana sko. Er þetta nýtt merki, þetta Tenson merki? Þetta hefur verið hérna hjá okkur held í einhver ár, en það sem ég er nú svo nýbyrjuð hérna, þá get ég ekki alveg sagt hversu lengi. Einmitt. Svo erum við mjög fallegar í útivistina, út að labba með hundinn, nú, eða í hesthúsi, eða bara í labbitúr á skíði. Sést allavega vel í þessari, það er enginn að fara að keyra þig. Það keyrir enginn á þessari, sko. Heyrðu, svo er hérna fullt af skemmtilegum vestum og svona léttari jakkar. Og þessi hér er mjög sniðuð, þú rennir af, þá ertu komið vesti, þannig þú ert eiginlega með 2 flíkur í einni, sem að við erum svolítið mikið með af. Til dæmis þessi bólur hérna, þetta er meira en öll. Og svo snýr hann við, þá ertu komið með annar lúk sko. Og þessi er náttúrulega geggju, bæði innanundir í hestana og skíði og í allt, eða svo þau verður ekki kalt. Og eru þetta svona heitustu litirnir í ár sem átt með hérna fyrir okkur? Það er þessi hérna vínrauði og grænblái og jakkin eins og þú ert í, þessi hermannagræni sem þú ert að fá þér. Já, maður kann að velja þetta. Núna í haustunum, við sjáum það svolítið mikið sko. Það er líka til á strákana og stelpurnar, þetta er allt. Er þetta herrajakki hérna? Þetta er herra. Þessi er mjög smart, ég er búin að sjá hann okkur sinnum á hann, hann er mjög flottur. Og er þetta herra líka? Nei, þetta er á dömunnar. Og svo erum við með hérna á strákana að fullt að setja jökkum og úlpum. Hérna. Og náttúrulega erum við úrval, mjög gott úrval í jökkum og úlpum bæði á dömur og herra. Og börnin líka. Og þetta er Kingsland úlpa hérna þessi? Þetta er Kingsland úlpa, já. Og þessi er Ariat. Var ekki komið ykkur ný lína núna frá Kingsland sem þeir eru búin að vera að kynna? Jú, mjög smart sko. Bæði í hérna reiðbuxum. Hérna er ég með á stelpurnar, með svona vasa hérna. Og svo erum við líka með þær í vínrauðu og náttúrulega í svörtu. Og eins og í öllum hinum, það er náttúrulega mikið til í svörtu sko. Eru stelpurnar í dag alveg hættar að vera í skóbuxum? Er bara allir komnir í stígvéla lúkki bara eins og úti? Nei, það segir nú ekki. Við erum með hérna til dæmis mjög vinsælar pocket soft shell frá Top Rider með gúmi hérna í þá botninu, þannig að þú situr fastur í hnakkanum. Kemur mjög vel út sko. Og það er líka til í fleiri merkjum þegar allir byrjar að koma með svona gúmi. Og svo leggings líka sem er náttúrulega þá í stígvélum. Það er alltaf að færast í aukana samt að fólk sé, eða stelpur sérstaklega, séu í stígvélum. Já, og í svona leggings, þær fíla það mjög vel. Svona þægilegt, sko. Gefið vel eftir og notalegt í hreyfingu, sko. Þannig að það er aðeins. Heyrðu, svo maður nú ekki gleyma aðalvinnum okkar hestinum. Það er nú flott gjöf fyrir hann, nóga á fóðubætir til hjá okkur. Og svo svona smá jólatrýnt og nammi. Og náttúrulega nóga úrvala ábröðu. Þannig að, og ég tala nú ekki þetta fínri sem ég getur sett á. Er þetta ekki lúkkið sem maður á að nota ef maður er að mæta í deild, eða fólk er að nota í deildirnar í vetur, þannig að... Jú, líta vel út, ég menn allir ætla að vinna, en það er sem ekki vinna, best að vera vel útlítandi. Allavega með lúkkið í lagi, sko. Það er það, algjörlega, sko. Og nóga blingi. Já, nóga blingi. Blingið er málið í dag. Já, er það ekki? Já, þeir segja það. Og mikið er þetta flott beislisett hérna, er þetta líka eitthvað jólagjafa dæmið eða? Þetta er málið núna, sko. Hérna erum við með, þetta eru litirnir í ár, svart, íslenskt hérna,
framleitt hjá íslensk hefn Hugrúnu á Akureyri, mjög smart. Og svo náttúrulega eigum við nóg á blinginu. Og þetta kemur nú fallega út í kópalitunum. Það bara kopar, rós, góld og svart, það málið í beislunum í ár. Já, ég segi að þetta allavega mjög heitt núna. Og það náttúrulega hellingur annað til. Fullt af blingi og svörtu og plain. Ég meina úrvalið mjög gott. Svo bara spurning, hvað vill hver? Já, nú mánuður í að allar þessar helstu deildir fara að byrja. Já. Það allir fannir að keppa svo mikið á veturnar. Hvað heitast í keppnisfatnaði? Við erum náttúrulega með keppnisjakkana og hvítu buxurnar og náttúrulega svarta líka. Og það eru stígvélabuxurnar sem eru mjög vinsælar. Þannig að allir vilja vera fínir og í stígvélum. Og svo erum við gott úrval af bólum innan undir, bæði fyrir stelpurnar og strákana, þannig að það ætti nú allir að geta fundið eitthvað fyrir sig. Og svo eigum við líka fallegan keppnisfatnað fyrir börnin. Það allir komnir í deild, alveg frá því hvort þeir eru bara 10 ára eða... Já, það má segja það, þannig að við þurfum að hugsa þau öll, alveg saman hversu gömul við erum og stór, þannig að við erum með mjög gott úrval. Allir ætti að geta fundið eitthvað fyrir sig á keppnisbrautina. Þá erum við komin yfir í hjálmana og öryggisvörur. Segð okkur aðeins frá þessu sjálf. Já, við hjá Líflandi leggjum miklu áherslu á öryggið. Þannig að við erum með hjálma bæði fyrir fullorðna og börnin, mjög sæta og mjög sterk og góða og viðurkenndir út alla veröld að þeir eru góðir þessir. Og núna, fram á jólum, ætlum við að vera með 15% afslátt af hjálmum til að bæta öryggi hjá fólki. Svo erum við með öryggisvesti sem orðið mjög vinsælt í dag og bara nauðsynlegt. Við erum með nokkra típur, bæði fyrir börn og fullorðna. Og hérna erum við með til dæmis mjög gott vesti sem tekur allan hringinn á okkur. Þannig að það lagar semst vera á okkur rifbeinin og hérna bakið og svo það líka með öryggi hér. Og þetta mæli ég alveg fullkomlega með að fólk noti sem í hestamennskunni. Og svo getum við náttúrulega líka haft þið bara fyrir bakið. Þá koma þið svona eins og vesti og eru létt og skemmtileg, þannig að fólk finnur ekkert svo mikið fyrir því þegar það komið í hnakkinn. Svo fer það bara jakkan yfir og allir öruggir. Og þetta eitthvað sem hægt að klæða bara af sér, þetta svo nett. Já, þetta gerir það. Meinar að greina þig við það? Nei. Já, bara vera ekki með... Og maður vil alltaf ekki bölka sig of mikið upp, sko. Nei, það er rétt. Og svo finnst mér þetta náttúrulega alveg snillt hérna með þetta dömuvesti. Og það sko alveg gert ráð fyrir að við séum með brjóst, sem að hjálpa mikið til. Þannig að það ekki vera að fletja mann út, sko. Nei, við viljum það alls ekki. Nei, það viljum við ekki. Það vantar ekki úrvalið af játningavörunum minni hjá okkur eða eitthvað? Nei, hér eiga játningamenn að finna allt fyrir sig. Það alveg frá skeifunum náttúrulega. Fylliefnum og öllu sem þeir nota, tangir, hamrar, steðjar og allt sem hún vilt fá. Þannig að úrvalið mjög gott. Fjaðrir, alls konar fjaðrir, bæði kóparinn og silfrið. Já, bara hvað viltu? Þú ferð það í Lífland. Svo má ekki gleyma besta vininum. Það ekki bara hesturinn, það líka hundurinn. Já, það líka hundurinn. Það mikið til fyrir hundinn. Við erum til dæmis með hérna alls konar beisli á hana og svo náttúrulega þegar það fer að kólna þá mjög gott fyrir hann að fá hérna eins og back and track og við erum líka með það fyrir hestinn og reyndar líka fyrir mannin. En þetta finnst mér algjör snillt og það endurskinsmerki á þessu. Nú ef þið vantar meira þá erum við líka með auka endurskinsmerki sem svona fer bara yfir og eins fyrir alla og hestinn líka og svo þessi hér. Þessi ætti nú alveg að sjást vel í myrkri sko. Þannig að úrvalið mjög gott hjá okkur fyrir hunda í öllu þessu dót og sælgæti. Þeir verður náttúrulega að fá sinn jólabakka líka, dótið sitt og svo erum við með búr og bæli, fullt úrval af bælum, mjög góðum bælum. Og svo náttúrulega það minnsti vinnur okkar, hann hefur fuglinn. Við erum með alls konar fyrir litla fuglana hérna. Og hér meira af svona kúlum sem fólk setur mikið upp í tré hjá sér eða hengir út og fuglarnir koma og fá sér. Og í stórum vísi það mjög margir sem hugsa mjög vel litlu fuglana. Sem betur fer. Sem betur fer. Ég mjög ánægð með að sjá hvað Íslendingar eru góðir við dýrin. Get ekki sagt annað. Mér líst alveg stórvel á þetta allt hérna hjá okkur og það greinilega mikið af tilboðum og heitum vörum. Þannig að ég hef ekki bara hvetja alla til þess að mæta og kíkja á þetta.
ætti að fá allt fyrir hestinn og hesthúsið og hundinn og fuglan og kísu og svo eru náttúrulega með pínlítið fyrir sauðfé og kýr líka hér hjá okkur sko. En svo náttúrulega eru búðurnar út á landið, þær eru mjög sterkari því. Og ég má nú ekki gleyma að segja, við ætlum að hafa opið til klukkan 8 fram á jólum, nema á Þorláksmessu þá verðum við með opið til 10. En endilega kynnið ykkur verslunar út á landi því þær eru með aðeins öðris opnunartími við og þetta er allt inn á heimasíðun okkar. Verið velkomin í Lífland. Lífland.is, þar er allt þetta. Takk fyrir mig. Bara takk fyrir að bjóða okkur eins og.